Eins og nefndu þær í myndbandinu samræfingu, margföldun og frádrátt margliða, þá deiling margliða örlítið flóknari en samt ekkert mikið flóknari. En það samt skynsamlegt að taka það fyrir í sér myndbandi. Og fyrst skulum við aðeins velta fyrir okkur hvað þýðir eiginlega deiling og þetta. Svo hvað þýðir setningin hvað 17 deilt með 3? Þýðir nú það sama eins og hversu oft gengur 3 upp í 17 eða hversu oft má draga 3 frá 17. Þetta þýðir allt það sama. Og við getum hugsað þetta þannig, við erum með 17, þá getum við dregið 3 frá, eigum þá 14, við getum aftur dregið 3 frá, við getum dregið 3 frá 11 og svo frá 8 og svo frá 5, en við endum þá með 2. Þannig að í heildina getum við dregið 3, 5 sinnum frá 17 og eigum þá 2 eftir í afgang. Þetta raun og veru þýðir það sama hjá margliðunum, mjög svipað. Við þekkjum örugglega þessa uppsetningu líka, sem sagt að ef við ætlum að deila 3 upp í 17, þá vitum við að við getum margfaldað 3 með 5 og fengið tölu sem minna en 17. Ef við myndum margfaldað með 6, þá verðum við farin upp fyrir 17. Þannig að við getum dregið hérna 15 frá og þá eigum við 2 eftir í afgang. Og þá má líka rita þetta svona að 17 3 sinnum 5 pluss 2. Þessi hérna framsetning sem þið þekkið úr heiltölureikningnum úr fyrir umfjöllun náskyld umfjölluninni í margliðunum. Við erum með deilistofn, við erum með deili, við erum með kvóta og við erum með afgang. Og við notum þetta alveg heilmikið í margliðunum. Reglan sem við styðjumst við hjá margliðunum þessi að þegar margliðun d af x sem þá deilirinn, hún má ekki vera 0 margliða eins og það eins í þessu eins og öllu öðrum, við megum ekki deila með 0, það bara bannað. Það óskilgreint. Ef henni deilt í margliðuna p af x, fæst kvótinn q af x og afgangurinn r af x. Þá p af x jafnt á d af x sinnum q af x pluss r af x. Þar sem r af x á lægra stigi en d af x. Áðan þá vorum við með deilingu og við héldum áfram alltaf frádrættinum eða eins og í þessu tilfelli, drógum frá svona margfaldi eitthvað. Þá héldum við alltaf áfram þangað til að endanlega niðurstaðan hér var orðin minni heldur en deilirinn. Hér notum við mjög svipað nema bara hérna styðjumst við stigið en frekar heldur en gildið á tölunum. Þetta að lægra stigið heldur en d af x. Tökum dæmi það hvernig þetta gert. Finnum kvóta og afgang þegar d af x jafnt á x minus 3 deilt í p af x jafnt á x í 4 minus 3x í 3 pluss 2x í öðru pluss 11x minus 24. Og við setjum þetta upp með svipuðum hætti eins og deilinguna. Það að segja, við búum til svona töflu og ég ætla að útskýra þetta raun og veru svona að á þessu hérna svæði ætla ég að leysa dæmið. Á þessu svæði hérna verður aðferðin sem við förum í. Og þið getið stuðst við þessa aðferð við öll dæmin, öll deilingadæmin sem þið notið, öll deilingadæmin sem þið reiknið. En ég ætla að fylla inn í þessi 2 svæði jafnóðum. Þið bara fylgist með. Við byrjum á því að stilla upp deilitöflunni. Hún lítur svona út. Að hér ritum við deilistofnin á staðalformi. Þannig að ef það vantar eitthvað inn í þá setjið það bara með stuðulinn 0. Hér í krókinn kemur deilirinn og hér ættu það að hafa pláss fyrir að minnsta kosti eina línu af því að hérna kemur kvótinn. Fyrsta skref að deila fyrsta lið d af x að deilisins í fyrsta lið p af x og við skrifum út komuna efst. Fyrsti liður d af x x. Fyrsti liður p af x x í 4. Þannig að við ætlum að hugsa hvað x í 4 deilt með x. X í 4 deilt með x, það hlýtur að vera x í 3, þannig að það skrifast þarna efst.
Næsta skref. Margföldum útkomuna úr 1 með d(x) og drögum frá. Þannig að nú ætlum við að gera hérna x í þriðja sinnum x sem x í fjórða og við drögum það frá hérna. Setjum hérna fyrir neðan, við ætlum líka margfald x í þriðja með -3, bæti því við, -3x í þriðja og svo ætlum við að draga allt heila dótið frá. Skutlum hann einu striki og svo leggjum við saman þessar 2 línur. Þá fáum við x í fjórða mínus x í fjórða, það verður 0 og skrifum það ekki neitt. -3x í þriðja mínus -3x í þriðja, það er þá plus 3x í þriðja. Það hlýtur að eyða hvort öðru líka, þannig að fyrstu 2 liðinni hverfa alveg. Þá skrifum við bara afganginn af p af x hérna niður. Mínus 2x í öðru plus 11x mínus 24. Kemur hérna. Fjórða skref hjá okkur. Er spurning, er útkoman úr skrefi 3 af lægra stigi en d af x? Já, útkoman hún er hér. Hér erum við með mínus 2x í öðru, þannig að þessi marglega hér er annars stigs marglega. Deilirinn er fyrsta stigs. Þannig x í fyrsta. Þá er þessi á hærra stigi heldur en d af x og þá megum við ekki hætta alveg strax. Ef svarið er já, þá erum við bara búin, en ef svarið er nei, þá þurfum við að endurtaka skref 1-4. Þannig að við þurfum bara að skutlast hérna aftur upp. Skref númer 1, deilum fyrsta lið d af x í fyrsta lið p af x. Og nú horfum við á þessa hérna útkomu sem p af x. Þannig að við hugsaum mínus 2x í öðru deilt með x er mínus 2x. Skref númer 2, margföldum útkomun úr 1 með d af x og drögum frá. Þá tökum við hérna mínus 2x sinnum x er mínus 2x í öðru, mínus 2x sinnum mínus 3 er plus 6x. Og síðan drögum við þetta frá og leggjum saman þessar 2 línur. Þá fáum við sem sagt að mínus 2x í öðru, mínus 2x í öðru, það hverfur. 11x mínus 6x verða 5x og svo fáum við mínus 24. Aftur skoðum við fjórða þrep. Er útkomuna úr liði 3 af lægra stigi en d af x? Já, hér erum við með fyrsta stigs margliðu og hér erum við með fyrsta stigs margliðu. Þá erum við ekki komið ennþá lægra stig. Við megum ekki vera hætta þegar er ennþá sama stig. Þannig að það er aftur upp í skref númer 1 og halda áfram. Deilum fyrsta lið í fyrsta lið. 5x deilt með x gefur okkur bara 5. Þannig að það birtist hérna uppi. Margföldum útkomur 1 með d af x og drögum frá. 5 sinnum x eru 5x og 5 sinnum mínus 3 hérna gefur okkur mínus 15. Drögum þetta frá. 5x mínus 5x eyðir hvort öðru, það hérna hverfur. Mínus 24 mínus 15 gefur okkur mínus 9. Og þá er aftur fjórða skref. Er útkoman úr skrefi 3 af lægra stigi en d af x? Hér erum við komið fasta. 0. stigs margliðu. Hér erum við með fyrsta stigs margliðu. Þannig að núna er svarið já og þá erum við búin. Þá eigum við bara eftir að lesa svarið út úr töflunni. Kvótinn q af x, hann er hérna efst. Þetta er kvótinn. Þannig að q af x er x í þriðja mínus 2x plus 5. Afgangurinn, hann er hérna niðri. R af x er jafnt á mínus 9. Þar með svarið komið og við erum búin að leysa þetta dæmi.